Já, Maja, hvað segirðu? Bara gott. Það ekki? Já. Hvað ert þú að lúriði núna? Það hydrate sem að mér sýnist ég þurfa því að ég er með bauga fyrir allan peningin. Stormur er að syngja. Herru, Geggjað. ég ætla að verða að svara honum af því að hann mun ringja. Stanslust. Þú voru bara að setja airplane mode. Hæ, ástu mín. Geða teimlislega. Hæ. Hvenær get ég hringt í Hafrí? Klukkan 5. Og hvernig er klukkan 5? Nennir að spyrja pappa því að nú er ég að taka upp þáttinn og ég þurfti að stoppa því að þú hringdir. Bye. Stílbrot er í boði Vitamin Well, Nova Sirius og Blue Lagoon Skin Science. En já, Maja, hvað segirðu? Þú ert í hydrate, ég er í reloada mig. Nei, what? Þú ert með reload, ég er með Hvað sagði hydrate. ég? Sko, ég drekk alltaf venjulega antiox ferskjubræði. Já. En Ég elska reload. Ég er reload já, skvís. ég er bara núna með ykkur bauga eftir allt þetta frí og súkkulaði. Já, ertu búin að hafa gott? Allt og gott. Ég skil ekki stundum hvernig maður er þreyttur í svona frí. Þetta er lengsta frí sem að svona búðafólk fær. Já. Og ég var viss að vinna á laugardaginn en sama, ég er bara að vera bara að slaka á fyrst mér. Já. Og ég er bara sjaldan verið þreyttari. Maður verður bara latari og svo er þetta veður ekki að hjálpa. Þó að það verið dásamt veður Það er gott verið gær. Já, gær laugardag. Laugardaginn daginn fyrir páska. Já, við erum náttúrulega í dag Já. að vera föstudagur. Já. En Já. skiptir ekki máli. Á páskadag var gott veður. Það var- Hvernig sagt það þannig? Já, ég sko, já, Ég fór í skíði. Ég fór í sund, Já, næs. þannig að já, en já, maður verður þreyttari. Það er bara starrend. Það var svona ótrúlega fallegt veður og ég var að keyra upp í Bláfjöll og var bara svona smá svona picture perfect, bara svo rjómi með sól on top, skilur. En svo var alveg svolítið hvasst, svona, það var smá vindur Það fórstu snemma. Ég fórst snemma, já. Já. En mér fannst svona erfaðast, kannski maður bara góði vanur í útlöndum, svona erfaðast að sitja í stólum og frjósa á leiðinu. Já. Það er engin kláfur og ekkert loka á liftunum. Nei, engin lúxus. Það er bara Engin keppnis. lúxus. Já. En herðu, já, við stöllur, við kíktum í útásviðtal Já, á bakariði. bakarið á bylginu og kannski náttúrulega ekkert allir sem heyrðu það en við vorum að fara yfir sumartískuna Já. og kannski bara rifja það eins upp hér fyrir okkar hlustundur. En við vorum að tala hún er svona all over the place. Og nepinól. Já, það er ekkert einhvern veginn svona, ég veit ekki, stundum er bara eitthvað svona, bara eitt eitthvað Svona ákveðið. hitt, Já, já. en mér finnst vera svona alls konar núna. Þú veist, ég er í svona blúndu kjól. Það er enda mjög mikið. Já, mér finnst það er búið að vera og mér finnst það alveg vera að halda áfram og brúni liturinn, hann ætlar ekkert að Nei, hann ætlar ekkert að dvína út sem ég elska. Ég elska brún. Mér er svolítið gaman að sjá hvernig sum merkir að blanda svona smá, bæðir hann auðvitað flottu við off-white, líka margir að blanda við ljósblátt og ljósbleikt. Mér finnst brúnt og blátt ótrúlega flott En svo saman. er eitt nýtt svona smá kombo sem ég er smá að fíla sem ég er að sjá, það er að blanda brúnu og bara rauðu. Já. Sem er svona eitthvað sem maður myndi ekki endilega pikka fyrst Nei, á skapnum einmitt. saman við, en er samt Og pínu ekkert, kúl. heldur ekkert rosalega vorlegt. Nei, en það er samt eitthvað, Já. ég er alltaf að fá eitthvað smá rauðu. Sko ég er líka búin að sjá að því að eins og daginn var ég svona kögurjakka og mér finnst mjög mikið kögur líka, þú veist, í töskum og bara svona þynnra kögur í fötum. Já, þetta er svolítið svona mjög mikið bara eitthvað, Já. getur bæði tekið eitthvað svona 90s minimalískan og bara bohemian, það er bara bæði Já, einhvern veginn eitthvað valit. Já. Þannig að, og ljósblár er mjög mikið. mjög mikið. Já. En það er líka svo Ljósblár flott og- litur og og klæðir já. rosalega marga íslenska konu vel, finnst Já, mér. alveg sammála. Þannig að, já, það er bara En svona svo- stikla stóru. Vorum við að tala að páskana kemur alltaf gult og alltaf rautt á jólunum. Við erum svo oft verið að spá í, Já. af hverju er þessi litir svona tengdi við hátíðannar Já. og þegar ég skoða eins og til dæmis með páskana að, þú veist, ég er bara, af hverju svona ungar eða svona, kjúklingur og, þú veist, ég er lítill kjúklingur. Jú. Bara, Páskaungi. sonur minn sem var hringið hann er bara í sjokki við því að gulan í egginu sé actually Gaur. eigi að vera páskaungi. Æi. En við erum bara ofljóta að borðan. Það var ekki sáttur. Nei, ég skilða vel, sumt er betra að vita bara ekki. Nei, en allan að þá er að því að eftir páskana kemur vor og þá er svona, þessan er gult, Gult er svona litur sólarinnar. litur sólarinnar og svo er líka eins og nýtt upphaf og og ég veit ekki, Gulur er alltaf pinna erfiður í sölu í búð nema þegar hann kemur svona
Það verður svona mildur, mildur, já, pastelgulur. Pastelgulur, það er svona er alltaf læg. Og hérna, það er líka litnum á kjúkling og eggjarauði. Það sagði tjátt mér. Gulur, hann tengist litnum á kjúklingnum, litla, sæta, sem er róna á öllum páskaeggjunum. Og eggjarauðinu. Er ekki sama? Jú, ég meina, eitt er áður en hann verður ungi Before og and svo after. er þegar hann er orðin ungi. Alright. Bæði gulur. Ekki lífið tjátt. En hérna, egg og ungar hafa því verið notuð sem táknum líf sem brýst út eins og nýtt líf eftir dauða. Af því að jú, páskar er nú kristileg, Akkurat. hérna, hvað hann segir, hátíð. Já. Og hérna, já, þannig að, og svo með hérna rautt, að þá, hvað var það? Rautt er hérna tengt sko hérna Santa Claus Já. og líka, það er líka tengt, hvað finn ég þetta? Ég man þetta náttúrulega ekki alveg. Nei, ég er ekki með það. Ég fíla reyndar alltaf raut. Já, en það var, ég man ekki hvað það var hérna, það var út af Santa Claus, það er náttúrulega rautt og svo er það er líka eitthvað svona trúarlegt eitthvað. Okay. Já, En góður hvað borðaði upplýsingar. þú mörg páskaegg? Herðu, ég borðaði páskaeggi frá Nóu Sirius sem að þeir gáðu mér, það var saltlakrís og karmelu og ég eiginlega gaf aðra það af því að honum finnst hann eiga að skilja af því að hann segist vera stór partur á þessum þætti. Ég er sammála því. Já, þannig að ég gaf honum mitt páskaegg og svo hérna borðaði ég eiginlega ekkert meira sko. Herði, ég náttúrulega var svolítið senuvarnin, ég náttúrulega fekk líka að gefa páskaegg frá Nóu Sirius. Ég var náttúrulega löngu búin með það. Já. Þannig að ég náttúrulega kaupi mér nýtt fyrir páskana og þar sem ég var ekki að kaupa fyrir neinn börn en eitt þannig núna, þá hérna fór ég bara daginn fyrir páska út í búð og það var ekki til, jú, það var til eitt páskaegg, ég tók myndaði. Það var númer 1 og það var brotið. Þú veist, það var bara eins og, ég veit það ekki, það var bara ekkert inn í búðinni sem hétt súklaði ekki að páskaegg eða lítileg en neitt, ekkert. Ok, ég fór nefnilega í Hagkaupi Smáralind í gær og þá hafði ég farið í Hagkaupi Kringlu á undan og það var ekki til að því ég opna að lofa syni mín nummer 6 og ég auðvitað er á síðustu stund að kaupa það og hann vildi Nóa Sirius nummer 6 og ekkert annað kondi greina og þá var eitt eftir í Hagkaup í Kringlunni og þá var hérna litli fuglinn dottin af. Það var náttúrulega he was not having that. Af því það er almálið. Þá fórum við í Smáralind og ég átti eftir að kaupa handa stóru krökkunum og tengdadóttur minni og Svona síðust stundu. já, Okay. og hérna var búin að ákveðna alltaf að gefa með allir Nóa Sirius af því að það er langbest súklaði en þá var til sko 1 nummer 7 sem að Stormi fekk af því að það var annarkvort að fá nummer 7 en nummer 5 af því að 6 var búið þannig og það er sko stærri en hann sjálfur hann fekk það og svo keypti ég nummer 5 handa öllum stóru krökkunum og svo keypti ég 1 handa aðra sem ég ætlaði líka að fela og láta hann leitað en hann alltaf kláraði það áður en að já. En ég tók sko bara hérna appisinu hnappana mína í sko óhóflegu magni út að ég varkti mér svo mikið, ég var ekki til páskaegg þannig ég borðaði það sko held 5., 1. og laugardag og svo fór ég á páskadag út í búð aftur og þá var verið að selja páskaegg sem voru brotin að 30% afslætti þannig, ég tók 1 þannig. Þannig að þú er búin að borða hellinga súkkulaði. Ég er búin að borða allt og mikið súkkulaði þessa daga. Já. Kannski það snemma, nei ég veit það ekki. Nei sko, krakkandi mínu er búin að fá pönnukökur í morgumat núna síðustu 3 daga. Já, maður er kannski að missa sig aðeins í þessu, maður er að taka þetta smá meira hófur. Kannski er það þess vegna sem ég er með svona bauga í dag. Nú borða mikið. Borða mikið nammi og drekka og lítið vítamin vel. Kannski, hver veit. Ég veit að ef ég drekka aðeins meira vítamin vel, það væri gæl. Já, það er staðfest. Ámrið sopa núna. Já. Herðu, já, hérna. Við ætlum að fara í það sem er áhrif á tískuna, eða ekki? Eða ef að taka, ekki taka það núna? Eða ef að taka hana? Herðu, jú, við gerum það. Þeir sem eru að horfa, kannski sjá að við erum búin að dekkast út í eins og öðru sem vanlega. Chanel. Yes. Ég trú ekki, þetta er þáttu 12 Já. og við erum ekki búin að taka fyrir drottninguna sjálfa. Það er bara the queen of the queens. Já, þannig að það var komin tími. Coco Chanel Já, er kona sem hefur svo sannarlega haft áhrif á tískuna. ég held hún sé bara ein áhrifamesta, Alveg hérna, 100%. bara kona eða bara manneskja sem hefur mótað tískuna.
En hún var alin upp á munaðlýsingarhæli Já, og ólst upp í mikla fátækt. já. Hún lærði að sauma á þessu munaðlýsingarhæli. Nákvæmlega. Og svo fór hún að dansa á okkur svona veitingarhúsi þar sem hún fekk við nafni sitt Coco. Já, hún náttúrulega, hún var fædd Gabrielle Bonheur Chanel Yes. og, Kallaði sig svo alltaf Coco svona. já, en hún var að syngja það ekki líka. Jú. Hún var að syngja og dansa og einmitt fekk þá þetta viðnafni. Og en sko, hann hafði ekki bara fallið föt, hún breytti gjörsanlega hvernig konur klæddu sig og lifðu og bara tjáðu sig. Hún svona tók konar úr korsulettinu, Já. öllu sem var óþægilegt og fór meira að fara í svona með þessar buxur Já. og herraföt og bara láta konur fara í þægilegri föt. Já, hún var algjör frumkvöld. Hún sko, hún hannaði líka svona föt á konur úr svona jersey efni sem að þekktist ekki. Að þetta var, það efni var ég vilt notað í bara nærbusur og herra, svona herranærbusur og hún bara byrjaði að gera föt úr því af því að hún sagði, það var fræg setning sem hún sagði að það var það var sko lúksus er að vera í þægilegum fötum. Ef þau eru ekki þægileg, þá er það ekki lúksus. Mikið rétt. Mér finnst það svo Hún er svo margar svona góða setningar. Já, mér finnst það þægindir lúksus, já, ef þau eru ekki þægileg þá eru þau ekki lúksus. Og hún kynnti konum fyrir svona meira flowing fatnaði og hún náttúrulega er fyrsta, ég veit ekki, ég held hún hafi verið svona frumkvöld að því leiti að gera svona draktir, þú veist, og pilsadrakt. Við þekkjum all Chanel tvítjakkan sem er með engum kraga. En hún, það var alveg sérstak tækni hvernig þessi jakki var ofinn og hún var sko ekki að gefa neitt afslátt á því hvernig það gera það. Þannig að þú veist, það var alveg serimónjótu fyrir sig. Hún örugglega verið servitu típa. Hún var erfið, en ég meina þannig gerast góður hlutir. Ég veit það, nákvæmlega. Bara eins og ég var að, það er oft með svona kreatív fólk, þú veist, það er alveg með. Hættu. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað crazy Smá. sumir, en nei, með bara standarda, skilur, þú veist, það er ekkert eins og þú segir verið að gefa afslætti. Og en áður en að hún frelsaði konur úr korselettunum, að það voru kvenmannsföt rosa svona restriktiv eða svona, þú Já, veist, það var þrengt að þeim og svo Alltaf- þegar voru á hestbaki, þú veist, þá þurfti að setja á hlið af því það voru í pilsum. Þessna fór hún í buxur af því hún vildi, þú veist, geta verið eins og strákarnir, hún dró okkur í þessa átt, tók korselettin, hún komið í little black dress. já, Þú veist, einmitt. það var bara yfirleitt sorgarfatnaður Já. á þessum tíma. Og eða bara liturinn svartur var yfirleitt bara tengdur já. við sorg, en hún einhvern veginn En svo breytti gerði því. hún það svo vel með öllum þessum perlum og Ég veit þú veist. Og já, mér fannst það svo áhugavert að áður en þessi little black dress þannig sem hún gerði kom, að þá var svartur litur, hann var ekkert í fötum. Nei, bara á jarðarförum. Bara líka. jarðarförum. En hún einhvern veginn þannig breytti því í að það yrði svona, hvað maður segja, bara svona glæsilegt að vera í svörtu. En það er það oft svona ef maður er að fara í eitthvað svona flott bóð og þarf að vera klæddur í eitthvað svona gala, þá eru flestir í svörtu, allan menninir og oft konuna líka í svörtum kjólum. En þetta líka stemdi allt við, sko, á þessum tíma þær breytingar að konur voru að verða miklu sjálfstæðari á þessum tíma, voru að fara út á vinnumarkaðinn og svona helst í hendu við þetta svona power dressing, Já. þú veist, að fara í bara jakkaföt. Hún þó þú sért byrjaði kona. fyrst að gera bara hattasamt. Já, Já, og var bara með svona litla hattabúð. og hún varð alveg fræg, eða semst þekkt fyrir Fyrir þessa hatta, hatta já. og farið þessu svo yfir í klæðina. Mikið áhugavert og sama með hún var líka svona frumkvöld með bara eins og skart að þú veist, þú þurftir ekki að vera með bara, þú veist, eitthvað brjálæðislega dýrt skart til að það væri, það var svona statement písar, svona fullt af perlum eins og þú veist, jakkin sem þú veist í Ekki óvart. ekki óvart, nei, og ég er einmitt með hálsmenn, Chanel hálsmenn sem er svona rosalega ykt en bara að, sko, svona flottir skartgripir þurfi ekki að kosta neitt rosalega mikið þannig að já, En svo var ég að skoða með ylvatnið hennar. já, Hún náttúrulega kom með ylvatnið, það er 100 og eitthvað ára gamalt. já, Sannlega 5. já, Og ég ætla að fá að sína þarna á, þú veist, fyrir þá sem horfa á þáttinn. Ég nefnilega, mér var boðið að fara á þegar ylvatnið átti 100 ára afmæli. Þá bauð Chanel mér að koma til Parísar, mér og Mörtu og Elspeth Gunnars.
og fórum á sýningu, það sem var að sýna sögulvætsins Já. og mér langar að fá að setja þetta myndir á að þú veist, þú getur séð fyrsta ylvættin sem kom út hvað, fyrir 100 árum Já, það var í kringu 1920. Já. Og það er sko ennþá svona Bara alveg eins. Já, og logoð er alveg eins og svo varum við handsápur sem eru alveg svo handábururinn er í dag þannig að þú veist, mér er svo merkilegt það er svo stílrænt og minimalist, en í raun og veru hefur þessi flaska örugglega verið smá fram úr stefnulega á þessum tíma, Já. svona skver Já. skilurðu, en En vá hvað þetta er klassíst. geðveikt klassíst og þá var einhver sem var á þessari sýningu, ég reyndi að googla þetta, ég fann það ekki en það var sagt, það var einhver kona sem sagði við mig að logoið, Coco Chanel gerði það sjálf hún hafði verið með 2C var eitthvað að spá í hvernig hún ætti að raða þessu og annað hefði fókið svona yfir hitt að hann hefði þótt og flott og logoið hefði endað þannig Já, ok. þú veist þannig að ég fann það samt ekki á Google en ég veit Nei. ekki að það var sagt um mig á þessari sýningu Já. mér finnst það allavega góð saga bara Höldum okkur við hana. höldum okkur við hana en þessi sýning sem við fórum á, það var stórkostlegt sko. Það var sko hver heimurinn á fætur öðrum sem fylgdi sko þú veist, þetta var einn heimur hérna Chanel number 5 og hann heiti náttúrulega nummer 5 að því hann kom út í mæ þú veist, hún var öll í svona tölum og númerum og hérna og síðan labbaði inn í annan heim sem var Mademoiselle, annar hérna Blue, hérna herraðuminni og svo og það var Chance. bara heill heimur, bara arkitektur og þetta var geðbilað. Já, oh my god. Já, það var ógeðslega gaman að sjá þetta. En það sem ég vissi ekki, að þegar hún gerði Dilvatn, þannig að 1920. í kringum Já, þann tíma. 1920, já, þá þurfti hún eitthvað til að fjármagna það og það var maður, hvað sagði hann heiti, Weitherheim eða eitthvað svona Já, fransku já, maður, já. hann fjármagnaði þetta fyrir hana og gerði díl við hana að hún fekk sko bara 10% af ylvasölinu eða eitthvað. Já, ok. Já. Að það En er hann og hans fjölskylda eiga enn þann dag í dag, fyrirtæki. 100 árum setna eiga þeir Chanel í dag. En þetta er nefnilega rosalega algengt með svona tískús og svona að þeir hérna og kannski ekki stóru en allavega að það er oft sko hérna þú veist það eru önnur fyrirtæki sem framleiða oft ylvötnin og fá kaupa réttin á nafninu Já. til að framleiða undir nafninu skilur en kannski eru mörg tískúhús eins og Louis Vuitton þú veist hérna sem að halda þessu innan hús af því að þeir náttúrulega vilja ekki missa En ekki droslega langt sem við veitum bregð með Nei, að það er alveg pottitt innan hús en kannski svona aðeins kannski minni merki eða svona ekki alveg eins svona luxus þá er mjög algengt að bæði með auka hluti eins og skó og hérna töskur og hérna ylvötn og svona að þá er annar fyrirtæki sem er búið að kaupa réttin á hérna merkinu til að framleiða undir. En svo gerðist það hjá henni að sko, þetta gekk óslega vel og ég meina þetta er ennþá dag í dag einn vinsælsti ilmur allra tíma Já, skilurðu. algjörlega. En hérna í seinni heimsstyrjöldinni ég kannski hlaupa hans fram og tilbaka í sögun hennar Já. en þá hérna bara hætti hún basically en þau héldu ylvarsbúðinni allan tíman opinni þannig í 15 ár var bara hægt að kaupa ylvað frá Chanel Já. svo kom hún með comeback Ég veit það, Ætla að laga- já, en nei, ég ætla alveg að Já, segja sko, því að það hún hefur alveg verið mjög umdeilt, Já. bæði einmitt fyrir það að hérna hafa verið svona oft í slagtögi með valdamiklum og ríkum mönnum til að framfleyta sjálfur sér. þeir hjálpa henni náttúrulega að Já, starta þessu akkurat og það var svona frekar umdeilt við hana, hún hafi verið svona í slagtögi með ríkum og valdamiklum mönnum og örgulega sofi hjá þeim og þú veist verið í sambandi við þá til að komast lengra og svo er líka sagt að hún hafi svo sagt verið hliðhöll nasistum Já, hún átti kærasta hersöðing Já, og hérna og hún hafi basically þurft að fara í útlegð eftir seinni heimsstyrjöldina og hún fór til Sviss Já. og var þar einmitt í 15 ár og kom svo með comeback eins og varst að tala um hún var komin yfir 70 hún var 71 og þetta var 1954 og þá kom hún bara með comeback bara byggði brandið sitt upp aftur sem bara sýnir svo mikið hversu áhrifamikil og valdamikil hún var. Hún gæti bara horfið í 15 ár, komið aftur og það bara blómstraði aftur merkið. En ég held að það hafa náttúrulega hjálpað til að þau héldi þessu allan tíma gangandi. Algjörlega. En það er líka varandi þetta ylvatn. Hún var svona kannski líka fyrsta sko, sem að gerði ylvatn að auka hlut. Skilur þú veist að það bara, þú varst í fötunum, svo varstu með ylvatni. Þannig að það var svona punkturinn yfir yfir. Stöðutakn líka eiga að ylvatn og ilma svona. Notar það?
Nei, ég gera það reyndar ekki. Nei. Ég er rosa viðkvæm fyrir ylvötnum, en þú veist, þetta er samt, já, nei, ég gera það ekki. En En hún tengdi sko ylvött svona einmitt við tísku og svo hún var líka frumkvöld að því leiti að með þetta ylva. En svo voru náttúrulega fenguð þau sko þvílíku stjörnunar alltaf til að vera í öllum auglýsingum. Já. Þú veist, þú voru alltaf með eitthvað sem var mjög relevant. Á þeim tíma. Já. Ég meina hverjir hafa ekki verið að auglýsa. Þetta, já. Nei, bara, ég man eftir Nicole Kidman. Já. Manstu eftir einhverjum fleirum? Vanessa Paradís. Já, mitt. Og Ég nei, ég man ekki nákvæmlega, en það var allan sáðu öll sýningunni mitt, það var alveg bara línan frá 1930, bara þvílíku fræga, bara. Og svo gaman líka að Jackie Onassis, við erum náttúrulega ekki lítið búin að tala um Love Story og þá fjölskyldu, en hún var rosalega oft í svona Chanel drögtum. Já, mitt. Svona tweed drögtum, jakka og pilsi. Og svo náttúrulega tölum við síðast að þetta er veski sem hún gerði, Chanel Flatback, sem er ennþá vinsælt. Já, nei, bara það er náttúrulega einn klassískasta vara bara ever, en þá samt, sjáðu hvað þetta er allt gegnum gangandi, bæði logoið, taskan, ylvatnið, þú veist, hvað, þetta er einfalt, en samt svo ótrúlega flott hönnun. Og ég elska líka bara, þú veist, þetta svarta og hvíta. Já. Og þetta er eiginlega eina hátískuhúsið, eða bara með fáum merkjum sem hafi 100 ár bara ekkert átt við logoið. Nei, bara það ekki. Já, það þarf það ekki. Já. Þannig að það er náttúrulega bara rosalega þekkt. Og við erum með Chanel bók 2. Ég kom með mína, þú komst með þína. Og og ekki smá flott þetta bóðskort annars. Já, þetta er bóðskort sem ég fekk á sýninguna. Ég bara kom með það út af því að ég veit ekki hvort ég geti opnað hérna. Þetta er einu bóðskort sem ég bara ákvað, ég get ekki hendi. En sko, það er svo tilbúin, Bryndís. Þetta er svona. Ætlar að opna það? Ég ætla að opna það. Okay. Ég get ekki lokaði það aftur fyrir eftir. Já. Ok, já. Er það ready? Já. Sjá þetta. Oh my god. Pæli í listaverki. Svo á náttúrulega sannlega 5 að standa hérna. Já. En það er allir ilmennir sem það er gert. Úps. Vá, það er ekki smá flott. Og svo var, þú veist, þetta var bóðskortið. Svo þegar við löpum inn á sýninguna, þá löpum við nákvæmlega inn í þetta. Þetta var bara svona. Spáði bara miðja, attention for details. Og svo var hver bygging með sinni sögu. Þetta var bara ógeðslega flott. En var það bara svona viðburður til að því að var 100 ára afmæli. Já. Var þetta þá, getur stemt að þetta hafi verið kringum 2020? Já. Já, það ekki? Í kringum það eða? Ég held ég hef farið 2020, 2021. Já, en bara þannig kring. Já. En þetta er geðvegt. Svo er eitthvað inn í öllu, það er hérna eitthvað, þú veist, ógeðslega kjút. Þannig að þetta gemmaði nú bara eitthvað hillu. Ekkert smá flott. Trúlega flott. Já. Það er bara að pakka svo saman eftir, setja það niður. Akkurát. En já, hún sagði líka einu sinni þegar hún var búin að vera með þessum einhverjum fóringja í þýska hernum sem að fólk var ógeðslega móti og var talað rosalega illa um hana. Þess vegna fór hún í svo útleið, hún bara þurfti að láta sig hverfa. En hún svaraði einni setningu svo flott sem ég hef haldið upp á svolítið síðan þá. Að einhver spurði hana, já, einhverja bókum þetta, ég sá þetta þar, finnst þér ekki leiðilegt hvernig fólk er að tala um þig? Og hún svaraði eitthvað svona, ég man það kannski ekki alveg, eitthvað, I don't care what they think of me. I don't think about them at all. Alltaf þekkið ekki. Og þessi setning, það voru svona eitthvað, ég þarf ofta að minna á hana bara. Já, þetta er samt svo satt, maður á að taka þetta til fyrir. Hún var svolítið svona, já, tökkur í henni. Svona, já. Ég trúði vel. Ég meni, þú náir ekki svona langt nema að hafa, þarft að vera. Þú getur ekki verið jámaður eða jákona. Nei, algjörlega ekki. En herðu, já, ég að því ég sé þú ert með litlu Chanel-töskuna hana. Æsina. Já. Aðeins er lítil, sæt. Lítil, sæt og krútleg. Þegar ég skoða þessa online, þá hélt ég literally hún væri kannski svona, þú veist. Við verðum eiginlega að setja mynda því að, nei það er náttúrulega ekki mynda því að. Ja. En sko, þú veist þetta er svona mínitaska. Ok, bara fyrir þá sem er að hlusta, þá kemst ekki sími onni í þetta. Nei, alls ekki, það kemst bara 1 varalitur og vísikost. Já. Ef þú þarft það langt lengur. Já. Það er bara 1 varalitur. Já. 1 varasáli, það fyrir ekkert annað. En þetta er eiginlega belti. Ég hugsaði þannig. Ég er nefnilega að segja sögu. Þú ert með betri sögu. Já, nei, já. Ari þarf nú að fá smá, kredit. Smá ást. Elsku Ari. En
hann gaf mér sérst í jólagjöf, þá var hann langaði mér svo geðið eftir ykkur vintage tösku og mér langaði náttúrulega alltaf ykkur vintage töskur og hann hefði gefið mér Balenciaga vintage tösku eitthvað tímann og herðu, hann var búinn að liggja á The Vintage Bar sem svona ótrúlega flott síða, dönsk, sem að selur svona notaðar hönnunarvörur og hann var búinn að liggja og þið veit ekki, þið sett svona í óskalista og hann var alveg svo mikið búinn að spá í hvernig tösku hann ætlaði að gefa mér í jólagjöf. Og svo valdi hann tösku sem að var sko á myndinni, bara svona eins og svona, hvað ég segja, bara svona eins og hliðataska þegar maður fyrir eitthvað fínt og hérna með svona keðju, gullkeðju, bara fyrir hérna svona axlaband eða svona, hvað heitir þetta? Já, þið veitir hvað ég meina. Crossbody band. Já, crossbody band. Herðu, og svo hérna, og hann kaupir hana rosalega ánægð með sig og svo erum við heima í okkur í jólunum og hann gefur mig gjöfina og hann var náttúrulega ekki það að pakka þessu inn svo fallega. Þannig að hann hérna var ekkert búinn að opna, þú veist, hann bara pakkaði inn pakkanum, þetta kom rosalega flott í kassa og eitthvað. Og mamma og svo pabbi tengdu voru hjá okkur í jólunum og eitthvað og ég held að pabbi hafi líka verið og hérna, svo bara opnaði ég gjöfina og tek hann upp, þá er þetta Barbie-taska. Var minni en mín? Minni en þessi. Okay. Og þessar töskur, og þær heita eitthvað Pouchette eitthvað, ég man ekki hvað þær heita. Þær eru bara sko, voru geðið í tísku þarna. Bara svona síða og svona skver? Nei, hún var Já. Heiti þín Pouchette? Já, ok, þá er ég eitthvað rugla. En allavega voru þessar, hérna, mini töskur, geðið mikið í tísku. Þarna. Já, bara, við stóðum tala um þetta bara svona getur hengt á töskunni eins og lyklakippað. Já, hún er örugglega bara svipustór og þessi sem þú varst sína. Okay. En með svona keðju, þú veist, bandi. Og ég tek hana upp og þetta er bara, þú veist, literally eins og Barbie-taska. Og hann var hvítur í framan. Hann var bara velja. Fyrir ekki. Og hérna, og ég bara, hvað er, hann bara, veistu það, fór bara og náði síman sinn og bara, hún leit svona út á netinu. Og hérna, veistu það, við náttúrulega dóum og hlátri, það var ekkert að koma, sko, títuprjón onni í þessari tösku. Og hann bara, veist, ég bent honum það góðfúslega á það, að það er náttúrulega, sko, mál. Sagt, bara 5cm sinnum 7. Ef hann hefði skoðað það, þá hefði verið hægt að koma í veg fyrir þetta. En auðvitað, það er hugurinn sem skiptir máli. En hann skipt? Herðu, ég gat heldur betur skipt og hérna, ég sendi þessa út og mér langaði hérna Neverfull eins og við báðar. Það er bara klassíska stóra sem er alltaf full. Louis Vuitton sem er alltaf full en hérna, maður kemur tölvunni og allt onni hana. Þannig að, og ég gat fengið hana fyrir sama verð sko. Já, guð. Það því að þessar töskur voru svo ógeðslega dýrar, þessar mínitöskur, af því að bæði voru þar bara í tísku á þessu tíma og þetta var náttúrulega eitthvað þvílíkt gullband á þessu dæmi, þannig að ég gæti fengið Neverfull fyrir sama verð, en þetta er ekki búið. Nei. Af því að ég sendi töskun út, fer á síðuna og er í sambandi við þau að skipta í Neverfull, fæ svo hérna töskuna tilbaka sem ég pantaði, þá kemur Neverfull líka í nokkru stærðum. Já. Þannig að ég fjall á eigin bragði að basically fór ekki, þá fekk ég Neverfull sem er sko ekki þannig að kemur 12 eða neitt onni. Þannig að ég þurfti að senda hana aftur út og fá sagt, þá sem ég vildi. Þannig að þetta var brjálað mission. En hérna komið rétt töskuna. En það sem mér varst merkilegast var að í alvörni gat ég fengið þessa stóru tösku. Já, dýra og heitt. Já. Ég held sko að hardverið sé oft svolítið dýrt og ég hefur séð nýju sannleiltöskunar sem eru að koma út núna sem allir er að sína á TikTok og Instagram. Hvað heitir hún? Ég veit ekki hvað heita, það er bara ógeðslega basic og bara eina sem er sannleil er bara logoið á haldfanginu, bara þú veist þetta hér. En er hún stóra eða lítið? Það er til öllum stærðum. Ég er bara búin að sjá alla unboxes og mjög svona ósannleilegar, ekki stungnar í svona tíkla en þannig, bara alveg sléttar. Og er erfitt að fá þær og mér finnst maður merkilegt hvernig þetta er orðið allt sko, ef þið langar orðið í dag í einhverja tösku, þá þarft að vera búin að kynnast einhverjum sem vinnur í búðinni, vera komið með hann á WhatsApp eða SMS eða eitthvað. What? Já, þú veist, þú þarft að fá sales representative til að finna fyrir því töskuna sem þið langar, að því þú veist, hver búð fær svo fáar. Þannig halda þær eftirspurninni. Ég veit það, og svo sé ég bara TikTok, bara my salesperson is Maja, ég mæli með henni, nú, þegar senda vinkunni sínar á, þú veist,
Já. Já. Já, ég Þannig að þetta meina- er orðið svolítið öðru sér. Mér finnst það sem ég ætla að segja, sko, að þú veist, það sem er betra við að kaupa vintage er að, þú veist, þá var alltaf allavega CC logo á svona 24 karata gull Já. og svona, það er búið að sláa hans af, sko, Gæðunum. já, en hækki verði. Já, einmitt, að það er kannski líka að þeir geta gert það, því að það getur ekki bara hver sem er labbað inn og það er líka þetta ríka lið sem hefur efna á þessum töskum, það vill ekkit bara að einhver, þú veist hvað ég meina, Já, ég veit þú veist, þetta er samt svo astanlegt, sko, Já, en þetta er svo svona mikið- halda þær eftirspunninni. Þetta er svo mikið, sko, handverk og kraftmennship, þú veist, og þú átt að geta séð á saumunum og allt, skilurðu, þú veist, að þetta á að vera svo ótrúlega vandað. Já, Þannig sem það er. En mér finnst ótrúlega merkilegt að sama fjölskyldan sé búin að eiga Chanel í yfir 100 ár og eigi það enn. Já, Barnabörnin er tekin við. Já, af því að maður hefur svona tilfinningunni að flesta af þessum stóru tísku sem sé komið undir eitt hús, LVMH. Já, það er ekki það. Já, þannig að, nei, ég vissi ekki, ég hefði bara gefið mér að Chanel væri komið þar undir. Ég held það líka, en þetta var eitthvað að lesa á hann og þau, hérna í fjölskyldunni eiga reyndar náttúrulega ykkur fyrirtæki og veistu í hvaða íslenska fyrirtæki þau eiga? Blue Lagoon. Nepp. Hverju? Þau eiga í, eru einhver hlutafi í 66 North. Já, ok. Áhugavert. Mér finnst það frekar flott. Já, ég hefði bara alveg fundist passa að Blue Lagoon Skin Science Það hefði alveg geta verið. Alveg geta verið, en við ætluðum einmitt að vera með vöruvikunnar. Já, það er náttúrulega erfitt að velja vöruvikunnar, að velja úr þessu, en ég fekk að velja. Ég valdi hérna æserumið. Ég er sjúk í þetta, sérstaklega eins og núna þegar maður er búin að vera svona í fríi, maður er smá puffy. Það er stálkúlan sem er enn fram. Við höfum oft talað þetta serum, en við Ég veit gefa það. því ekstra lof núna. Þetta er bara ekstra lof. Það á það svo sannarlega skilið. Hún kúlan er náttúrulega köld og hún svona tekur úr, þú veist, hún dregur úr þrota. Já. Og ég sko, veit ekki hvort það megi, en ég náttúrulega setja þetta hér og svo stundu setja ég þetta hér og svo núna er ég nýbyrja að setja svona smá hér. Já. Það er á svona... Fyrir þá sem eru að hlusta, þá er hún að setja Hér þetta. og hér er sem sagt, auðvitað setja þetta í kringum augun. Í bróslínunar. Já, eða svona, það sem er byrjað að koma svona munnrökkur og svo núna er ég að setja smá á hálsin. Já. Svona passa upp á hann, því ég er bara komin á aldrei þegar að fara að passa upp á hann líka. Ég held að maður er bara alltaf að gera. Já, en ég nota þetta kvölds og mótna, ég nota þetta undir make-up, með þetta rosalega gott undir, þú veist, ég þarf að nota hérna concealer, eða svona baugafyllara. Já, ég líka. Og mér finnst þetta svo rosalega gott undir hann. En ég set þetta og augkremið. Já, þú getur gert bæði. Já, af því ég held bara því meiri vökvi að svona, þú veist. Þetta er bara meiri raki sem kemur þegar öldar að setja concealer á. Já, og svo setja ég þetta líka kvöldunar fyrir að sofa. Já. Sko, mér langar helst að drekka þetta. Já, ég veit ekki hvort að það sé sniðugt. En þetta er alltaf æðislega vara, ég mælum mjög mikið með og æserumið frá Blue Lagoon Skin Science er sem sagt varavíkunar. Yes, very good. Yep. Herðu, ég er með spurning. Hvað er með það? Kanntu skyndihjálp? Nei, þú veist, þú myndir ekki vel vera með mér einhverstaðar eða vantaði skyndihjálp, held ég. Nei, af því að sko... Ekki spurningssand. Nei, Ekki spurning. Já, af því að ég var í matabúð í gær og systina Sara, hún var einmitt að segja að vinnan hennar hafi verið að bjóða upp á skyndihjálpanámskeið. Og hún var bara, ég mæli svo mikið með, þú veist, hún var að læra alls konar. Og þú veist, hvernig, sko, ekki það. Ég held að við séum mjög svipaðar að þýlutun til. Við frjósum við svona aðstæður. Þannig að hvort sem að kynni skyndihjálp eða ekki, ef maður er svona eins og þú frýst. Já, ég get aldrei unna á sjúkrahúsi eða eitthvað. Nei, en bara ef þú myndir lendi svona, af því að sko ég hef alveg lendi í svona, ég bara held fyrir auguna og kalla Óla. Ég öskra bara og kalla líka Ara, en hvað ætlar að gera ef þú veist, Óla er ekki heima? Stormu datt einu sinni niður tröppunar fyrir utan heim í okkur, það er bara hvað heitir þetta, bara steifta tröppur. Ég réttlit á hann og hann bara 2 ára eitthvað og hann bara fór bara svona, bara face down og svo ég þorði ekki að taka hann upp. Hann lá þarna öskrandi og ég bara öskraði sjálf og kallaði Ara. Og hann bara þú veist, hann alltaf var bara reiður út í mig, bara farað og hjálpaði barninu. Ég gat ekki hort á það sem að ég myndi sjá. Og hann tók hann upp og hann var allur í blóði. Þá er ég farin. Já, og ég bara, og ég geri
svona aðstæður, þá ger ég alltaf illt verra. Já, ég veit. Með mínum dramatísku móðusíkinni. Af því að auðvitað bara verður barnið svo hrætt að sjá mig svona, skilur, og ég gerum vel greið fyrir þessu, en ég ræð ekkert við þetta. Ekki neitt. En allan að þá, voru ég og vinkonum mínar í Berlín forðum daga að gæsa völu og við vorum náttúrulega bara búin að vera... Sorry, ég tæk sögni. Já, ég veit að við vorum sko búin að vera í hlátuskasti í marga daga, þú veist, það bara, rann ekki á okkur, en við vorum bara hressar all tíman, þetta var mjög skemmtilegt. Og svo að því vorum hlæðið svo mikið, að þá vorum hann hjá minningsvarðanum gyðingana í Berlín. Hafði ekki séð þetta svona steipu, svona dæmi. Vorum þar og vorum, held ég rétt hjá þar á okkur kaffhús og eitthvað og vorum eitthvað að kaupa og ég keypti mér súkkulaðistykki og var að borða það og það hrökk onni mig, bara risabiti. Þetta var Snickers, bara to clarify, skilur. Herðu, og ég náttúrulega bara svona, þú veist, svona niðri, þú veist, svona, bara svona, en var sko með hausinn niður að því að þú veist, og þær héldu að ég var hlátuskasti. Já. Og þær voru bara að deyja hlátri bara með mér, bara því við vorum búin að vera í hlátuskasti í marga daga. Þú varst bara actually að kafna. Ég var að kafna. Og ég var bara svona fram með hausinn og bara svona einhvern veginn, þú veist, og þær voru bara að hlæja með mér. Já. Svo kem ég upp og þær er bara blá í framann. Og þær bara, ég var literally að kafna og Heba vinkona, hún kemur bara og hemleikar mig. Kann hún það bara? Hún bara allan að... Ósælar viðbröð bara? Ósælar viðbröð, það er ekki eins og við bara... Ef allir hann hefði verið eins og ég og þú, þá væri ég ekki hér núna. Þú er svona dáið að vera með mér, ég hef gert svona En spáði ef alla vinkonum mínar hefði verið þannig eins og ég og þú erum. Þá væri Maja ekki hér í dag. Nei, hún hefði dáið. Þá væri við ekki með stílbrot, það var ekki gaman. Það hefði þurft að heimsækja mig þarna í Berlín, bara við minnisvarðan, bara með gyðingunum. Æ, ég nenni ekki að hugsa. Nei, en allavega þá hún heimleikaði mig og bara tók og kom bara hnetan út þér. Bara súkulega stykkið bara. Nei, jú. Hvað tuður það ekki? Nei, af því að við vorum í hlátuskasti allar tíma. Það hrökk onni mig. Okay. Af því við vorum að hlæja. En það er svona í framhaldi af þessu skyndihjálpadæmi. Þá fannst mér þetta bara tilvalin saga að segja. Af því að ég kafnaði eins og næstu á sneika sig, en Heba bjargaði lífi mínu. Vá. Tók hemlik. Takk Heba. En ég lendi eins og í svona atriði þegar vorum að flytja til Kaupmannahafnar. Maggi kannski svona 7 ára. Og hann var að leika sér, hann var með eitthvað dúkahníf eða eitthvað, hann var að gera svona gat og pappakast til að búið sér til eitthvað hús og skar í hendina á sér og hristi bara hendina í sér, bara blóðvagnum, blóðvagnum, bara þú veist það bara blóð allstæðar sem er. Og viðbröðu mín, það var þessi, ég hélt fyrir augun og kallaði bara Óli, sem betur það var hann heima. Já. Þannig að Óli bara fyrir strax kíkir hendanum, vefur ykkur utanum og hann segir strax að hann fór slísu, hann þarf sveima. Og hann segir bara, Andrea, farði og bankaði hann ágrannunum og spurði hver slísu er. Og ég var bara, sko, hausin í mér. Já, ég vissi ekki hver ég var, skilur. Hausin á mér fer bara svona yfirsnúning og ég er bara eins og okkur hrossaflug, ég veit ekki hvað ég heiti, sko. Ég bara rík á hurðina og bara, yes, þegar maður kemur til dyra, bara help, bara eitthvað, bara myndi við alltaf hvað ég ætla að spyrja hana, skiluru. Og ég segi eitthvað svona emergency room eitthvað og hann horfir á mig svona eitt spurningumerki og segir mig, hvað? Skaðistúin? Og ég segi eitthvað, já, einmitt, það er að fara þangað, skaðistúin. Já. Hvar er það? Hann horfir á mig svona rólega, på skaðistúvæ. Svo þetta svo ekta í Danmörku. Ó, já, þakka fyrir það. Þakka fyrir þessu. Hvað er það? Veit, ertu að meina bara, þýðir það bara besið í Slísó? Á Slísógötunni. Á Slísó. Já, við höfum að fara upp á Slísó. Og svo segir hann bara slóralega, do you need a ride? Ég bara, yes, please, að hann kæra okkur sem betur fyrr. En eitthvað heimilislegt. Já, það var svona heimilislegt, það var bara svo úrslega fyndið. Ekta dans, óslega einfalt. Já. Skaðastún, Skaðastúvæ. Já. Og á ég skuttlar. Ekki vera að flækja þetta, á ég skuttlar. Já. En annars skiptið fór Magnús Andri, hann datti, hann var svona 2 ára, þetta segir maður hér. Já. Ég fór með næslega svo, við lágum hlið og sikkur bekknum því að það leiði við mig. Oh my god. Það ræti lýsu. Bilast. En þú veist... Já, ég veit það ekki, þetta er bara allan að hefur oft komið mér koll að vera svona móðusjúka eins og ég er og bara skapa svona, þú veist, ég bara reyna að hemja mér svona aðstæðin, ég bara ræð ekkert við þetta. Nei, bara heilinu mér fer, hann er bara fjárverandi þegar þetta gerist. Og ég er svo hrædd við að horfast
í augu við það sem að er, skilur þannig að, já, maður er kannski ekki góð maður er ekki góð manneskja í svona aðstæðum. Nei, Þessna, sem betur fyrir á maður maka sem er geðveikkoður í. Já, en hann er ekki alltaf heima. Nei, því miður. Ég er geðveikt að spá í að fara á svona, mér langar að fara á svona, Já, menn það væri raunverulega bara mjög snutt. Hvað vorum við að tala um? Skyndihjálpa. Já. Þú manst aldrei orðið? Við sögum á hann slysavarna. Námskeið? Já. Nei, skyndihjálpa. Allavega, þá bara, en heyrðu. Þú þrá ekki viðurinn, eða? Nei, slúður? Já, nei, sko, ég veit ekkert hvað þau heita, en það er vist eitthvað Love Island par á Íslandi núna. Ok. Bryndís. Herðu? Já. Ok. Veist þú hvað er þetta? Nei, ég veit ekki, en ég sá þau dag. Sástu þau? Ok. Sjálf? Já. Ok, en það er allavega eins og á TikTokinu mínu, eru bara einhverju Íslendingar bara að fara, þau voru í Sky Lagoon á hann og fólk bara fara í Sky Lagoon. Já. Alright. Já, þannig að allavega... Hvað heita þau, veist það? Nei, hún veit hann ekki. Þannig að, Okay. En allavega, þú veist, Love Island parið, það heiti það hjá mér. Lofalega bara, ef ég myndi hitta þau, myndi ég bara afgræða í búðinni og segja bara í góða helgi, myndi ekki vita Nei, neitt, ekki heldur. En En allavega, þetta fikk stór frétt. Hvað ert þú með? ég kveikti á, ég er búin að horfa á þegar á þetta Real Housewives? Já. Mín kona ána með þið. Já. Og? Ég byrjaði eitthvað starf aftalega og ég vildi vera með Rachel Zoe sem vorum að tala um síðast þetta, mér langaði til að sjá hana. Þannig að þú byrjaðir á nýjustu seríunni eða? Já, ég held það. Og hvernig finnst þú hún verið í þáttunum? Bara eins og hún er. Já. Mér finnst hún bara mjög eins og hún er. En kom mér, með það sem ég hef lesið og ég fekk einmitt eina ábendingu sem góðvinnu þáttar að senda okkur. Hún sagði sko að ég held að skilnaðurinn hafi ekki verið eins smúð og maður er búin að lesa um. Nei. Og hann hefur bara verið svona, þú veist, svona ef ég les gegn línar, smá svona, eins og hún sé hálf fegin, það hefur verið svona tens á milliðra og hann var bara strax komið einhverja nýja gælu og myndar með henni á hvað heitir það, Algatan hann í Beverly Hills, Rodeo Drive eða eitthvað. Og þannig þetta er ekki alveg smúð og hún segir alveg smá í þáttunum. Já, ok. Já. Þannig að, en ég er bara rétt að byrja, sko. Og hvernig finnst þetta skemmtilegt? Ég þarf alveg smá að hafa mig við að ná að halda athygli yfir þessu, sko. Sumt að þessu skemmtilegt, en líka bara svona kæfta inn á milli, ég veit ekki. Nei. Þannig að ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að dæma þetta alls strax. Nei, ok, þetta er ég var líka að byrja að horfa á þetta svona. Paradise, já, ógeðslegt með að halda athygli þar. What? Yes. Þannig að ég veit ekki hvað það er, ég bara... Hvað, ertu búið með mikið eða? Nei, bara einhver annar heimur en einhver fjallu eitthvað, það er bara nóg fyrir milli og er bara, já, ok, Nei, þú veist, ég veit, hjálp. En ok, ég bara... Þetta er allan ekki vampírur? Nei, já, það er eftir allt sem get ekki verið svona... Þetta getur alveg gerst. Já, Apocalypse og það sem búið að búa til... heilt land inn í ykkur fjalli í Colorado. Það hljómar bara mjög raunverulegt. Já, en þú veist, ég vil alltaf svona, þess vegna ætti ég eiginlega að fíla raunveruleikasjónvarp, en samt er það líka svo mikið feik. Mér vantar eitthvað svona sem er bara svona alvöru stöfi og eitthvað. Ég er nefnilega að horfa á Detective Hole, norski þættir á Netflix. Ég elska reynda skandinaviska þætti. Já, þeir eru geggjaðir og það er sko 2 leikari sem leiki Exit í þáttunum og þetta er sko spennandi þættir. Þeir eru svo spennandi og ég elska að horfa á svona skandinavi sjónvarp líka. En er þetta ekki nýtt? Jú, þetta er glænýtt. Þetta er glænýtt. Ég er nefnilega horfi, ég er allt skandinavist. Og þetta er hana, Detective Hole, þetta er nýkomi sko. Þetta er nummer 1 á Netflix núna. Ertu búin að horfa á hana Gósmamma eða hvað heit það? Gósmamma. Nei, það er líka ekki það. Næst er ég að vera að horfa á Berit. Það er sko glæpa kvendi. Já, Berit er líka norski þættir held ég. Já, það er ekki Bryndís, já. Ég er að segja þér, ég læri bara sænska á þessu, sko, mér finnst þetta gaman, sko. Já, mæla allan með Detective Hole og please nennir að halda áfram Paradise. Þetta er svo gott stöf. Gerðu það fyrir mig. Ég skal reyna. Með þessu Óli var líka bara eitthvað, Ok, en sko, já, en horfið hans lengra. Ok. Thank you very much. Ok. En herrið, þrá ekki að, ertu með þrá ekki? Annað en að borða páskaegg og vera og sofa. Já, með smá þrákju komast að skíðum páskana, það tókst ekki aðeins. Já, það var svo fallegt við ekki. Og ég heyra að það er flest allir með þrákju verið svona snjó að vilja allir losna við hann og ekki skilja eftir páska. Já. Þú elskar snjó. Ég elskar snjó. En ég er
veit ég hvort að ég sé bara orðin það fullorinn eða hvað, ég bara er búin að, þú veist, ég hef ekki áhrif á veðrið, ég nenni ekki að pirra mig á okkur sem ég hef ekki, Að ég segja hvað ég er búin að fatta. hvað? Þegar ég á ammali, þá ég er sko 50 ára, en daginn fyrir ammali mitt, þá er ég bara svona, ammali morgun, Já. og ég er með svona fyrir Ég líka, maðanum, já, og ég er skil bara það. svona ókslega spennt inn í mér, Já. sem það ekkert var að gerast nema bara í ammali, Já. og einhver tíma reyndi ég að svona hristi dammur, bara hvað minn góður, þú ert 45 ára, hætti þessu, svona, fólk var eitthvað svona alltaf að segja, mér er alveg sama ammali mitt og eitthvað, og ég reyndi alveg að hætti þessu, ég gata ekki, og núna reyni ég bara að embracea þetta, því þú veist, það er allir dagar eiginlega eins, þessi dagur er það ekki, Nei, og ég fæ spenni í magann og minnst það gaman, og ég ætla bara að njóta þess, en ég fattaði en daginn, ég fæ svona svipa með snjó, bara svona eins og þú sagðir það nostalgía, þú veist, dæmið, að maður sko, ég vaknaði, dró frá gardinnar og það var bara ógeðslega mikið snjór úti og það fekk ég svona sömu tilfinningun í magann og ég fæði það stundum ennþá með snjó og það var svona fallegt snjóveður og ég held að ég sé með þetta þar. Já. Þá verði ég svona spennt og bara fyrir út að leika og eitthvað, ég veit ekki. Mér finnst alveg Einsamt alveg til í sumarið, sko. Já, ég líka, en þú veist, ég bara veit ekki hvort ég hef lært það í seinni tíð að bara láta hluti sem að ég hef ekki stjórn á ekki vera töðunar á mér. Nei. Ég get ekki breytt í. En svo er ég smá með obsession fyrir veðrinu samt, bara þegar dóttir mín er veðurtöft Já. út í Kaupmannahöfn, hún kemst ekki heim. Nei. Auðvitað er leiðilegt að það bara er við, eða þú veist, þetta bara, hvað heitir þetta? Gula viðvarnir. Já, æmitt, og rauðar og afsunningular og allt þetta, auðvitað er þetta orðið þreytandi, en ég er bara búin að ákveða að því ég get ekki stjórnað þessu, þá er þetta bara smá kósi. Það er bara dálítið gott Ef ég kannski út að leika með strákana, þá er bara að baka pönnukökur, kveikt á mynd og kveikt á kertum. Ef það er snjór og gott veður, þá fer ég bara út að leika og reyna að hafa gaman. Það er eins og það er sagt Íslendinga, þetta reddast, við erum svo Þetta reddast. þraut og það er út af þessu held ég. Já, ég þrá ekki mín er smá, ég er að svona upplega ást mín á að fara í sund aftur. Ég, það datt eitthvað smá niður hjá mér, Ari fyrir sund hvernig með einstegi. Og við erum búin að vera að fara í sund núna síðustu 3 daga með strákana. Ertu að fara í sundlaugin eða ertu bara í pottanum? Bæði, ef þú veist ég fyrir ekki að synda. Nei, ég er bara að tjekka. Já, nei, guð. Guð minn góður. Enga hreyfingu hjá Ekki þér. hafa neinar Nei, ágjörð nei, því að nei. ég fara að synda því ég fyrir sund. Nei, en bara að að leika við strákana og þú veist, fara með þeim í tjúpu og leifa með spreita sig og svo fara ég pottininn á milli og Ari fyrir gufuna. Veistu, við vorum í rúmlega 2 tíma í gær, það var náttúrulega geggja veður. Þetta er svo næs. En þú áttur að koma að æfingu upp í fjöllum? Já, ég veit, þú bauðst mig ekki með. Nei, ég bara vaknaði, sá hvað gott Ég veður veit og gunnaði staðurinn við SAF. Ég vissi. En ég seti poll inn á Instagramu okkar sem Já. er stílbrot _ hlaðvar. Hvaða bíómyndu ættum að segja bíó? Já, þín mynd vann. 65%! Það var einhver sem spurði mig áðan, vinkon mín Kata kom í pönnukökur og kaffe áðan, hún var þetta ekki bara djókað að setja happy feet inn eða? Nei, þetta er geggjumynd. Ég alveg, jú, eiginlega. Já, hún fæst líka bara 3% votes. Ég veit það. En góð mynd. Hvað fekk Shawshank? 8? Eitthvað 8%? svona, já. Já. Ég vissi alveg, það er engin, Það er náttúrulega, það er ekki chick flick film, sko. það er ekki gælu bíó, sko. Nei, En það er góð mynd. það er góð mynd. En já, þannig við ætlum að sína Pretty Woman. Pretty Woman á Lólu, Já. restaurant. Það er 28 manna bíósalur, Já. þannig að það verður fá sæti. Fá sæti. Við ætlum út að borða undan Já, og ég veit ekki hvort að það verður búið að opna fyrir skráningu þegar þessi þáttu kemur út sennilega. já, mjög líkla. Já, Og þá bara fyrstir skrá, fyrstir fá. já, það er svo list. Það ekki? Og þá, já, ég hlakka ókslega til. Ég Já. held að vera legendary að sjá hana í bíó. Með fullt af- Mér langar pingu að þetta sé svona ekki beint singalong því að það er nokkuð góð lög í þessari myndsan. Já. En þegar þú kannt atriðin utan Já. að honey, I got a runner in my pantyhose og þá megi segja mér, þú veist hvað er að meina. Þetta er bara eiginlega sing-along, Og nema þegar hún bara situr say-along. say-along, þegar hún situr á faxinu, oh, that's something I've never been on before, mást ekki? Jú. En hérna svo fyndi að því að þegar ég postaði þessu stóri um mér, þá sendi Ólífur sonu minn, mæti, Já, þannig já. að Fíla. þú tekur dóttur þína með, Nei, ég tek sko. son minn með. Ég er nefnilega að klikka í uppeldinu, sko. Þegar, þú veist, ég er búin að, þú veist, ég held að allir í mín lífi að sé Pretty Woman, en dóttir mín sem er náttúrulega yngst, hún bara, segir alltaf um mig, en ég er ekki búin að sjá hana. Ég var bara, ha? En byrju, Hvað meinarðu? Hvað, þú veist, ha? Nei, dóttir mín er ekki búin að sjá hana. Nei, en byrju, byrju, en hlaðan stoppa, því að núna eru strákarnir mínu komnir á þann aldur að maður getur, ég er nýbúin að horfa á Stellu Orlofi með styrkari.
Já, ég er bara tekið á Og mig. Þetta Ari er bara búin að horfa á algjört klúður Zoolander. hennar. Uppeldisklúður. og Happy Gilmore og svona, þú veist, við erum búin að horfa á Narníu, við erum búin að horfa á alls konar svona myndir sem voru uppáhald hjá okkur. Hvenar klikkaðu á þessu? Ég er bara greinilega heli títan, hún er ekki búin að sjá hana. En erum búin að sjá eitthvað aðra svona, erum búin að sjá Dirt Dancing? Ég veit það ekki. Að þú ert ekki búin að horfa á hana með henni? En ég er samt búin að horfa á Pretty Woman með fullt að liða, þannig minnst það mjög skrítið. Þetta var eitthvað neginn dotta á milli. Okay. Af því ég er búin að horfa á Pretty Woman oft. Já, en hún fær tækifæri að sjá Skilur hana núna. í lífinu, ekki bara 15 sem eru í bíó því að ég var 15, heldur bara Þú gæti náttúrulega þulið bara upp myndina fyrir henni, hún þarf ekki að sjá hana. Nei, Þú leikur bara öll hlutverkin. ég er náttúrulega elska þessa mynd, hún er náttúrulega æðisleg. Hún æði. Svo var daginn eitthvað á TikTok, bara Pretty Woman 2 er að koma og ég var bara, oh my god, ætlaði ég bara uppkomi börn og eitthvað svona þessu langt sem mynd var, ég var gett spennt. Já. Sett mynd af Richard Gere og Julie Roberts og ég bara, oh my god, það er náttúrulega eitthvað AI, Já, plat, bara allt. fake, já. Ég keipti þetta allt. Ég var bara að fara að byrja að poppa, sko, bara. Já, bara í alveg bíó. sem með Homewell-línuna í 17. Já, ég vákaði gennkeipt Þú fyrir ert þessu. mjög innkeypt Ég er ennþá á því að það er góð hugmynd að opna 17 á á tenni. Já, við skoðum það. En hérna, ekki láta þetta vera að loka orðin bara. Já, bara sjáumst í bíó. Sjáumst í bíó.